Í dag ætla ég að sýna ykkur hvernig við gerum skólabrauð. Og þú spyrir, hvað er það? Skólabrauð er akkurat þetta brauð hér. Fer betur í það aðeins á eftir. Ég ætla að skella mér í gallan og kem svo aftur. Já, skólabrauð, það er nú bara eitt af þessum nöfnum sem var búið til einhvern tímann þegar ég var að læra. Og þessi samsetning, svona sirka þessi samsetning sem ég er með hérna, það var sett í hillurnar og kallað skólabrauð. En þessi samsetning er þannig að ég er með 500 grömm af brauðhveiti, 150 grömm af rúmmjöli, 150 grömm af sigtumjöli, 60 grömm af hveitiklíð. Hveitiklíð er mjög skemmtilegt efni, eða svona íblöndunarefni. Þetta er klíðið utan af hveitinu, eða sem sagt hýðið utan af hveitinu. Mjög létt og skemmtilegt og gefur mjög gott bragð líka. Svo er ég með 20 grömm af salti og 400 grömm af súr. Þetta og auðvitað 500 grömm af vatni líka. Og þetta bara fer allt í hrærivélina og hrærist saman, eða hnoðast saman. En það er eitt sem við þurfum að hafa í huga, að því við erum komið með rúmmjöl og sigtumjöl, og þá þurfum við að passa aðeins upp á það hversu mikið við vinnum þetta. Rúmmjölið og sigtumjölið, það vil verða svolítið svona klístrað og ekkert skemmtilegt þegar að maður vinnur það of mikið. Þannig að við erum að tala um svona kannski 4 til 5 mínútum, svona 2 til 3 mínútum minna heldur en ef maður er bara með brauðhveiti. Þannig að ég seti þetta bara í hrærivélina. Eins og alltaf, þá flýtur súrinn á vatninu. Þennan súr tók ég í gærkvöldi. Setti sem sagt 150 grömm af súr, 150 grömm af hveiti og 150 grömm af vatni. Þannig að þetta er reynda 450 grömm. Hann er búinn að standa sem sagt í svona 8 til 10 tíma á borðinu, bara yfir stofuhita, og er alveg sprúsandi fínn, eins og ég segi oft. Flýtur á vatninu og á eftir að gefa örugglega gott brauð í þetta. Ég held áfram að setja saman bara. Setja þetta smá olíu á borðið og hendur á mig. Og því að eins og við sjáum, þá er þetta frekar blautt, eða svona klístrað, ekki blautt kannski, eða svona af því að ég er með rúmmjöl og sigtumjöl í þessu, þá er það frekar klístrað. En ég ætla bara að leyfa þess að vinnast ég setti 3 mínútur á tímann. Ég ætla að leyfa þess að vinnast í þessar 3 mínútur sem eru alveg að renna út núna. Svona 3 mínútur. Þá ætla ég bara, ég er búinn að setja olíu á hendina á mér til þess að klístrast ekki mikið við deigið. Og setti smá í svona borðið, ég ætla að taka þetta yfir á borðið áður en ég setti í skálina. Og ég er með svona plastskóla sem ég nota til þess að skafa þetta úr. Þetta er mjög klístrað, mjög sticky. Og þess að taka olíu hérna á skálinni á hendina á mér. Svo bara felli ég þetta, tegi þetta, felli aðeins, bara mjög lauslega. Og hérna, það er svona aðeins í til svona kúlu úr þessu. Og svo fer þetta bara í skálina sem ég er búinn að setja olíu inn í, þannig að brauðið festist síður við. Og ég set svolítið af olíu hérna yfir líka, eiginlega bara til þess að koma í veg fyrir að það þorni. En
ég set svo bara filmu yfir þetta og leiður þess að standa. Þetta á eftir að standa í minnstakosti 2 tíma, jafnvel 4, og ég teygi það á felli á milli. Ég kem kannski inn og sýni ykkur hvernig við teygjum á fellum, en þangað til sjáumst. Þá er degi búið að standa í 3 klukkutíma og ég er búinn að teygja og fella 3 Ég ætla að taka smá teygja og fella á það aftur núna og setja það svo í körfurnar. Þannig að ég toga þetta bara út og lyfti því svona yfir. Reyna að gera þetta svona freka varlega því að þetta er svona þannig deg að þeir hætti til að rifna. Svona. Svo set ég bara, ég er með hérna rísmjöl eða rice flour. Sett svolítið hérna á borðið og svolítið vel í körfurnar. Þannig að við fáum ekki, þannig að degi festist ekki við körfurnar. Eins og alltaf. Svona. Svo bara tökum við þetta hérna úr skálinni yfir á borðið. Og það er mér svolítið mjöl á hendurna svo ég festist ekki mikið við þetta. Aðeins meira hérna undir. Lítið að ýta loftin úr þessu. Svo bara skipti ég þessi tvennt svona cirka. Það eru 2 brauð. Og þetta er cirka svona, já, cirka svona. Og meira rice flour eða rísmjöl á borðið. Og svo bara móta ég brauð úr þessu. Við erum alltaf að þrýsta svona niður og fá spennu í þetta svona hérna yfir. Svona. Velti þessu vel hérna á úr rísmjöluna og svo setja ég þetta í körfuna. Tökum hitt líka. Þegar ég seti þetta í körfuna þá læt ég sauminn snúa upp, sem er samskeytin, og þrýstu þessu svona aðeins niður í körfuna þannig að það sé svona jafnt í körfunni. Þá er þetta komið í körfurnar og ég breiði bara plast yfir þetta og læti þetta standa í klukkutíma, 1,5, 2 eftir bara. Það er bara tilfinning hvenær þetta er orðið nógu hefa til þess að baka það. En þeir eru tilbúið í ofnin. Svo kem ég aftur. Brauðin tilbúin, búin að vera í hefingu í 2 tíma. Og ég ætla bara að setja það hérna yfir á plötuna og skella þeim í ofnin. Svona fara þau í ofnin. Ég seti þau inn í ofnin á 250 og lækka svo ofnin í 210 og svo skvetti ég svolítið vatni á eftir brauðunum sem ég á eftir að gera.
Nótabenni og eftir að gera það. Þessi vaskvetta, hún er bara til þess, ekkert bara, hún er náttúrulega til þess að fá gufu inn í ofnin og það gefur brauðinu aðeins lengri tíma til þess að blása út og líka gefur því góða skorpu, góða þykka skorpu. En ég kem aftur. Þá eru brauðin tilbúin í ofninum og ég ætla að taka það út núna. Þú veit hvað þetta er glæsilegt. Skólabrauð. Það er svolítið fyndið nafn. Það er ekki skóli núna. En ok, þetta er nú bara nafn sem að, eins og ég sagði í upphafi, þetta er bara nafn sem að búið til hér í gamla daga. Þessi brauð eru vel bökuð og fengu blésu vel út í ofninum. Mjög fallegt brauð og ég get ekki beðið eftir að fá að skera þetta, en þetta þarf að fá að kólna áður en ég skera það. Og ég leyfi ykkur að fylgjast með því þegar það verður skorið. Búin að kæla brauðið í hálftíma, komið að ég skera það. Við liggur spenningur maður. Hefur við að tala saman hérna, þvílíkt, ég vildi að vera með Smell-O-Vision. Þetta er engin smá geggjulykt maður. Sjáðu hvað þetta er fallegt. Þetta er toppurinn sko. Það er svolítið heitt ennþá, mér er að segja ríkur úr því. En ég ætla að taka hérna smá skorpu bara og smakka. Ilmurinn er einstakur. Ha! Þetta er geggjað, og ég segi sjálfur nú. Þvílík snilld. Þetta var skólabrauð og ég minni ykkur á að smella á subscribe. Ég vil líka smella á hausinn á mér hérna. Og svo eru 2 vídeó hérna, eins og alltaf. Spennandi. Getið kíkt á þau. Takk fyrir að horfa. Gangi þér allt í haginn.